Hæ, Ásdís heiti ég og kem úr Makk í Smárlindinni. Í dag langar mig til að sýna ykkur hvernig við getum gert mjög flottan eyeliner, svona blautan eyeliner, með því að nota krem eyeliner eins og það kallast. Ég ætla að byrjaði að setja smá grunn á augnlokið og setja smá augnskugga til þess að gefa okkur smá dýpt. Ég ætla að byrja á því að nota augnskuggagrunn sem við notum til þess að augnskugginn fari ekki í línur og hann helst bara betur á. Og hann getur líka verið notaður einn og sér bara sem augnskuggi, mjög þægilegt svona dagstælega. Þessi augnskuggugrunur heitir Paint Pot, kemur í svona krukkum og þessi litur heitir Groundwork og svona ljósbrúnn. Ég ætla að nota fingurna í dag í þetta því að ég ætla bara svona rétt að skella honum á. Ef ég er að fara að gera eitthvað dítil og svona, kannski nota ég frekar busta, það er bara mjög misjafnt. Ég ætla að setja hann bara hérna yfir allt augnlokið, svona dumpa honum á og láta hann dofna svona upp á við. Setja hann ekki undir augabrúnina, ekki þetta skiptið. Svona. Næst ætla ég að taka augnskugga sem kemur úr jólalínunni sem heitir Glitter and Ice. Ef þið ekki sé hana, brunið þá í Makk og kíkja á hana. Það er rosa margt sem búi í henni núna, en ennþá gullnir hlutir eftir samt sem áður. Ég ætla að nota þennan augnskugga sem heitir Snow Season. Geðveikur, hann er bara ótrúlega þægilegur til þess að nota einn og sér, maður þarf ekkert endilega að blanda hann, eða þú veist, mér finnst mjög þægilegt að svona auðveldur í notkun og maður getur líka að nota hann sem highlight sem ég ætla líka að sýna ykkur. En ég byrja bara að nota þennan busta sem er númer 217 og dumpa bara svona í, setja hann á augnlokið og upp að línunni, þessar sem ég kalla glóbuslínu. Svo ætla ég að setja hann aftur undir augabrúnina. Þetta tók enga stund. Þetta er bara búið svona. Ástæðan fyrir ég setja hann ekki í þessa línu er að ég vil fá smá dýpt. Nota þennan ljósbrúna sem ég setti áðan, grunninn, sem er mattur. Nota hann til að búa til skygginguna í rauninni. Þannig að þetta er rosalega þægileg leið til þess að bara gera eitthvað mjög fljótt. Næst ætla ég að taka busta sem er númer 225 sem lítur svona út, svona svolítið stór. Og setja augnskuggann sem ég var að nota áðan ofan á kinnbeinið. Og þetta er það sem við köllum highlight. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, fullt af stjörnum eru þekktar fyrir þetta. Sjá, kemur svona þetta glowy, ótrúlega falleg áferð í kinnbeinin og hækkar þið og dregur þið fram. Og ég ætla að dumpa hann líka í varirnar, bara í vaffið. Og rétt fyrir neðan. Ég geri þetta því ég ætla að stækka varirnar. Svona. Þá ætla ég að taka eyelinerinn og ég ætla að nota Fluid Line frá Makk sem heitir Black Track liturinn. Þeir koma í svona krukku og þetta er bara svartur litur. Þeir eru rosalega creamy og þægilegir að vinna með. Og lykilatriði að vera með mjög góðan busta líka. Uppáhaldsbusti minn í eyeliner er þessi hér. Hann er númer 210 og bara svona mjósti eyeliner bustinn. Ótrúlega þægilegur. Og það sem mér finnst langþægilegast að gera er að byrja inn í króknum. Ég ætla að gera það. Þá byrja ég bara innst. Og leyfa sér, að blikka. Ekki vera of stressaðar endilega að klúðra ykkur af því það er kostur við þennan eyeliner að það er auðvelt að leiðrétta hann. Þannig að segjum að ég klúðra ykkur þá get ég tekið bara eyrnapinna. Það er ekkert að setja make-up remover í eyrnapinnan en eitt svoleiðis, bara þurran. Og ég get alveg svona aðeins tekið af honum. Svo er bara mismunandi hvernig form maður vill fá. En ég fíla svona svolítið sterkan, þykkan og þú veist þennan spiss eða svona kisulúk. En það er auðvitað bara smekksatriði. Og bara mismunandi eftir tilefni.
og ég ákvarða í rauninni spíssin með því að horfa dálítið, þú veist, upp í augabrúnina. Taka hann ekki, þú veist, of mikið út á við eða of mikið í svona hring eða svona, halvan hring. Og skiptir líka máli að láta hann ekki bara stoppa heldur, þú veist að hann svona deyji út. Svona. Þá erum við í rauninni komið með þennan eyeliner og þá bara skella á sig maskara sem náttúrulega skiptir líka miklu máli. Ég ætla að nota Zoomless maskaran. Ég valdi hann af því að hann gefur okkur góða þykkingu og lengd. Bara munið því líka, þú veist, þegar við setja maskara að fara með hann alveg upp í rótina. Af því að það gerir augnhárunum kleift að þau standa heldur en ekki hrynni ekki beint niður í að vera alveg bein í laginu. Svona. Þá þetta lúk í rauninni bara tilbúið. Þetta svona eyeliner, þú veist, eyeliner gerir svo mikið. Það gefur okkur þessa svona dýpt í augnhárinu, þykkir og lengir augnhárinu, sem fyrir mig sem ekki með mjög löng augnhár, að þá gerir þetta rosalega mikið. Og gefur okkur þetta svona, eins og ég segi, þetta kísulúk, svona svolítið sexy. Og ég bara vona að þið notið góðs af. Ég hvet ykkur til að horfa á næsta myndband sem að verður bara framhald beint af þessu, því ég ætla að gera varir. Svona eldrauðar jólavarir og þá erum við bara komið fullkomið lúk fyrir jólin. Þannig að bara takk fyrir mig og hlakka til að sjá ykkur næst. Bye bye!